Þá erum við komin hér niður á Oddeyrina og í dag ætla ég að fjalla aðeins hús sem átti að rífa, stóð til að rífa og sluppu við að verða rifin. Ef við byrjum hérna eins og ég segi á Oddeyrinni, þá var einhver gjörningur í gangi hér 2007 þegar allt var í bullandi uppgangi. Hér var stofnað félag sem keypti upp húsin hér fyrir aftan mig, eða stóran hluta af þeim og það átti að rífa þau öll, eða megnið af þessu allt saman. Þetta var keypt upp til niðurrifs og síðan var átti að byggja hér upp íbúðahverfi eða einhvers konar bryggjukverfi eða ég veit ekki alveg hvaða draumar það voru. En þetta fór ekki alveg eins og átti að fara því að fyrirtæki lagði upp laupana, bankinn yfirtók þetta og seldi fyrrverandi eigendum húsin aftur á þokkalegu verði, þannig að það græddi eiginlega allir á þessu nema kannski bankinn sem nú ekki hérna algengt. En allavega, við ætlum aðeins að kíkja á þessi hús sem átti að rífa og standa hérna og ég vil meina það að við séum að gera allt of mikið af þessu. Við sjáum þetta í Reykjavík, það verið að þurrka út heilu hverfin og byggja upp ný. Málið er það að þegar við rífum svona hverfi þá rofna ákveðin tengsl við hverfin. Það er ekki það sama, það kemur nýtt og við þekkjum þetta bara erlendis eftir að þorp voru lögðu og bæir og borgir í rúst í stríðinu og byggt upp aftur. Það rofna einhver tengsl, þetta verður nýtt allt saman og þetta gamla hverfur í raun og veru. Og ég er ekki að tala um það að við þurfum að byggja alltaf gamalt en við þurfum að aðlaga þetta að því sem fyrir er. Við skulum kíkja aðeins á hérna fyrst og ég ætla að koma hérna aðeins inn í hérna blikksmiðju. Skulum skoða aðeins hvernig það húsnæði er. Hér erum við komin inn í vinnslusalinn á blikksmiðjunni og ég sé þetta fyrir mér að hér gæti verið óbyggt húsnæði þar sem handverk, listafólk eða eitthvað í þeim dúr gæti verið þar sem fólk þarf ekkert mikið meira heldur en sali og hita, rafmagn, vatn og klósett og hefur í raun og veru þetta fólk kannski ekki efni á að fara í skrifstofuhúsnæði rándýrt með öllu þeim tilkostnaði sem þar er. Tekjurnar eru kannski misjafnar og innkoman ekki alltaf örugg, en þetta er alveg ítið allt í svoleiðis. Þannig og það er með fleiri hús sem við ætlum að skoða hér á eftir. Þetta er svona eitthvað sem við gætum nýtt. Fyrir utan það, þetta eru húsin sem að tengjast við gömlu byggðina hérna fyrir ofan. Svo fínt í staðinn fyrir einhverjar íbúðablokkir sem enginn kemur að skoða. Hérna geti fólk komið til þess að skoða í verslanir eða búðir eða hvað svo sem hér verður. Hér eru með þessar hlaupakettir í loftinu sem hægt er að nota. Einhver væri með skúlptúrgerð eða eitthvað svoleiðis, höggmyndir. Þá erum við komin hérna norðar aðeins í hverfi, nú ætlum við að kíkja á trésmíðaverkstæði. Rótgróið akureyrskt fyrirtæki til Valsmíði og fara aðeins þar inn og kíkja. Þetta er svona lítið verkstæði sem gæti verið eiginlega bara inn í íbúðarbyggð. Það er ekkert að því, það er engin umgangur svoleiðis. Og svo ætlum ég að nefna þess líka að hérna fyrir neðan erum við með braggabyggingar og við erum með steinbyggingar líka. Braggana er ekkert mál að einangra og nota undir svona einhvers konar, eins og ég segi, handverk, list eða hvað sem er. Þetta getur allt nýst hérna og verið í hverfinu og ég get lofað ykkur því að útlendingarnir eða túristarnir á skemmtiferðaskipunum, þeir labba ekki hér hverfið til þess að skoða blokkir
eða einhverja verslanir á jarðhæð sem að ég hef nú enga trú á gangi náttúrulega. Ég held að þeir vilji fara nákvæmlega eins og við þegar við erum erlendis að ganga lítil hverfi, lítil galleri, lítil verkstæði og eitthvað svona þröngt, kaffihús eða pizzustað eða eitthvað. Það eru þeir að sverma fyrir en ekki íbúðahverfi, það held að sé alveg nokkuð ljóst. Og svo eins ég var að segja áðan að þetta tengir svo vel öll þessi hús, ef þetta væri nú bara gert upp eða lagað, þá erum við búin að leysa vandamálið. Þó við byggjum inn á milli hérna eitthvað við tenginguna við Oddeyrina því að það svona vandræðabarn og kennir nú kannski skipulagsleysi að menn ekki að taka nógu stóra hluti hérna en það að tengja gömlu Oddeyrina við þetta svæði hér niður frá. Ég bara neita að trúa því að það sé ekki til einhver arkitekt á Íslandi sem að ræður við þetta. Við getum ekki klippt bara á við einhverja götu og byggt eitthvað allt öðruvísi hinum megin. Ég trúi heldur ekki að það sé ekki einhver verktaki sem hefur metnað til þess að gera þetta að huggulegu hverfi með allri þeirri fjölbreytni sem gæti verið hérna núna. Og ég trúi heldur ekki á það að það sé ekki einhver bæjarfulltrúi sem að rífur upp bara byggingalistastefnu Akureyrar og veifar henni framan í fólk. Það liggur að segja að krossa við þetta búið að uppfylla þetta og þá fáum við bara fínan bær. Þetta meiri háttar gott flagg hérna. Vandamálið bara við þurfum að fara eftir þessu. En það einmitt talað þetta staðhætti og það sem því kemur og hvernig eigi einmitt að aðlaga byggingar að þeim nýbyggingar að þeim sem fyrir eru. Þetta allt saman til hérna, við þurfum bara að gera þetta. Þetta alveg frábært flagg og búið að vera til síðan 2001. En við skulum labba yfir í Valsmíði til hans Jónasar og kíkja inn á verkstæðið hans. Þetta svona dæmigert lítið verkstæði, iðnaður sem gæti verið í íbúðahverfi. Þá erum við komin inn á verkstæði hjá Jónasi, vinur mínum Valsmíði og þetta svona eins og ég var að tala áðan, þetta svona alveg dæmigert húsnæði sem væri hægt að minnka, nota í heild sinni eða brytja niður í smærri einingar og þar lítið fyrir þetta að gera, vel byggt, heitt, einangrað og hér allt til alls, búið að fara í raflagnir og fleira. Og þetta þarf ekki að kosta mikið en þetta væri óskastaðan eins og ég segi fyrir handverksfólk, listafólk, módelsmíði eða guð má vita hvað sem til að vera hérna og nota þetta sem þá búðir líka í þessari grúppu hér sem ég að tala á Oddeyrinni þar sem að fólk myndi vilja koma og versla og kaupa og nýta sér. Hérna á móti Valsmíði, þá getum við séð, hér voru hús í algjöru niðurníðslu, það búið að gera þetta upp, klæða þetta utan og rífa þetta upp. Þetta hús sem við förum ekkert að rífa, það bara svoleiðis. En við skulum labba þetta niður aðeins og sjá hús þar sem hún Margrét Jónsdóttir leirlistakona með aðsetur. Göngum hérna niður. Margrét, hún sagði mér ágætri sögu að því ég spurði hvort það hefði ekki átt að rífa þetta hús líka en nei, hún sagði það þeir vildu það ekki og þá að byrja að gera þetta eins upp. Ástæðan var sú að þeim fannst svo gott að hafa svona handverkshús hérna sem væri hægt að skoða vinnubrögðin og kaupa og versla og hvað segir þetta okkur? Þetta það sem fólkið vill og þegar meira þess að verktakarnir eru farnir að sjá þetta þá skýtur skökku við að menn vilji rífa eitthvað annað í staðinn fyrir að byggja það bara hreinlega upp. En við skulum labba inn og skoða aðeins inni hjá Margréti.
fæ alltaf á tilfinningu þegar ég kem hér upp hjá Möggu að þetta eins og, ég fæ svona tilfinningu ég sé út í Danmörku. Börnin mín búa í svona svipuðu húsi úti þannig að þetta svona heimilislegt fyrir mig að koma hérna allavega. Og ég held að flestum sem komi hér upp líði afskaplega vel hérna. Það áferðin á gólfinu, hvernig það meðhandlað, timburgólf og það er búið að ganga frá öllu, það er búið að einangra allt saman, konir nýjir gluggar, hlýtt, notalegt hérna inni og við sjáum það er engin ástæði til að rífa svona hús. Útveggirnir eru kannski minnsta málið í þessu en þegar búið að gera þetta inni, allt eins og það á að vera, manni dytti ekki í hug að fara með jarðhita á þetta núna. Þannig að þannig með flest þessi hús sem eru hérna, sem við köllum ónýta kofa, það er hægt að halda áfram með þetta og það skemmtilega við þetta að þetta eru tengslin við fortíðina líka sem eru hérna. Þetta eru hús sem voru byggð hér á sama tíma og Odderinn var að byggjast upp. Allir unnu hér í fiski við höfnina og þessi tengsl öllu sömun við þennan iðnað hérna, hann er svo ótrúlega skemmtilegur. Ef við rífum þetta allt saman og byggjum nýtt alveg frá grunni, íbúðir eða eitthvað, þá er öll sagan farin í raun og veru. Þetta hljóma kannski svolítið barnalega en þetta er svona engan síður. Það verði engin tengsl og ég hef farið með krakka í kennslunni, í skólakrakka, hinga niður eftir og skoða hérna og þau standa gapandi þegar maður segja frá því hvað var hérna og hvernig væri hægt að halda áfram að byggja þetta upp. Það er ekkert vandamál, þetta eru krakkar sem eru kannski að fara í arkitektúr og að koma eitthvað út úr því líka en það er sem ég segi, þetta við þurfum ekki að eyðileggja allt saman og byrja upp á nýtt. Því það er nefnilega ekkert garantí fyrir því að það komi neitt betra í staðinn. Og við sjáum þetta sem við vorum að tala og nú veit ég að ég er komin á jarðsprengjusvæði hérna í sambandi við blokkarbyggingarnar sem áttu að koma hérna. Ég held að það hafi verið ágætis hús en þau voru bara ekki á réttum stað. Og ég held að sé að nákvæmlega sama sem að gerast og ég haldi nú áfram með þetta upp í Tónatröð, austan við sjúkrahúsið og vestan við Spítalaveginn. Það eru hús þar sem í hrópandi ósamræmi, fín hús, ekki á réttum stað. Þau eru í hrópandi ósamræmi við húsin sem í hinum megin við götuna. Og ef við ætlum að halda einhverju heildar götumynd, þá getum við ekki leyft okkur að gera þetta. Það verður aldrei nein stemning, þetta verða flott hús með flottu útsýni, en gatan verður ömurlega að fara Þess nú ekki eins og hinn húsin liggja ekki með hlíðina nokkur skapaðan hlut og eins og ég sagði áðan, ég bara trúi því ekki að sé ekki hönnuðir og ég er búinn að sjá þetta núna það var skipulagsdagur fyrir sunnan sem ég var að fylgjast með á netinu og þar var verið að kynna skipulög sem að verið að gera í dag. Þar var tekið sem dæmi í Hveragerði sem verið að byggja út í náttúrunni. Þar var komin húsaþyrping sem smellpassaði í umhverfið þar ásamt öðrum húsum sem voru fyrir. Og ég er ekki viss að þú hefðir séð nokkur staðar hvort þau væru ný eða gömul þegar upp var í staði. Þannig að þetta er hægt og ég get nefnt sem dæmi líka því að ég er nú svona með annan fótinn í Danmörku. Í Kaupmannahöfn, þar var verið að byggja norðan við Kaupmannahöfn svæði risastórt frá gömlu Kaupmannahöfn eða Amager sem er hérna rétt utan við og alla leið út að Kastrú fyrir þá sem það þekkja. Skilyrðin til þess að byggja nýja hverfið, það var að verktakinn varð að byrja fyrstu einhverja ákveðna metra og byggja annað hús í gömlum stíl. Svo mátti koma nýtt inn á milli. Svo eftir því sem þetta lengdist, þá var það þriðja hús og fjórða hús og endanum tók nýja byggingi við. Þetta þýðir það að þú sást aldrei hvenær þú komst inn í nýja bæinn því það voru engin raunveruleg skil, ekki eins og við erum að tala um að gera hér. Við tökum göttuna hérna fyrir ofan sem átti gamli bærinn er ofan við göttuna og svo átti nýju bærinn að koma hérna neðan við eða nýju húsin og það allt saman. Allt annan stýr, það bara skiptir allt þarna. Þetta gerðist ekki þann út í Kaupmannahöfn þar sem þetta bara rennur saman og verður svona þægilegt og þú veist eiginlega aldrei hvar þetta byrjaði eða hvar þetta endaði. Þú ert bara allt komin úr bænum og inn í nýtt hverfi. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera hér og þetta er eitthvað sem við þurfum að gera í Tónatröðinni líka.
á að vera hægt að gera þetta, ég ekki nokkur að við það, en það getur þýtt það að við ætlum ekki að hafa eins mikla arðsemi að hrúa eins mörgum íbúðum eins og við getum, að getum við þurft að slá aðeins að þeirri kröfu. En það ekki þess virði ef okkur líður vel í hverfinu, þó að þetta sé ekki alveg upp í topp hvað við fáum fyrir þetta. Það vorum komin hérna aðeins norðar í hverfið og nú ætlum ég að sýna ykkur hús hér eða kofa sem að væntanlega flestir vilja að verði rifnir, en ég er harðlega á móti því. Ég held við ættum að halda í þetta og ef við kíkum hérna niður og sjá þessa mynd hérna, ég er ekki viss að þegar væri búið að gera þetta upp, laga götuna hérna, fá smá gróður og lýsingu og gera húsin aðeins upp. Þarna geta verið matsölustaðir eða eins og ég segi alltaf, handverkshús eða galleri eða guð má vita hvað. Allavega ekki eyðileggja þetta. Þetta er hluti af byggðinni hérna, þar sem hún gæti þá flækt hér niður ofan frá byggðinni hér fyrir ofan eða vestan með okkur. Sko labba aðeins hérna niður og kíkka á þessi hús og ímynda okkur að þetta væri malbikað, þetta væri gróður eða hellulagt. Húsin væri í lagi og það væri borð og stólar hérna fyrir utan og hitinn væri náttúrulega 20 gráður eins og alltaf er. Svo fáum við þessi flottu rými hérna á milli, þar sem væri hægt að sitja. Hér er algjört skjól. Við fáum hús eins og hér með mjög skemmtilegu þakformi sem er ekki symmetrist, sem að sá sem hér stendur er ákaflega hrifinn af. Og enn og aftur, skjól fyrir norðanáttunni, flott torg hérna, hægt að taka borð og stóla út eða gera hvað sem er. En þetta er bara meiri háttar og ég veit að ég hef heyrt það af erlendum arkitektum þegar þið vissu það að það ætti að fara við jarðhita á þetta allt saman, að þeir sögðu, eru þið rugluð að eyðileggja þetta? Þetta er það sem er sóst eftir alls þar annars þar og þetta er það sem við erum að sækjast eftir þegar við erum erlendis. Það er í svona hverfi, ekki íbúðahverfi. Og enn perlan hérna, þetta er allt á sömu bókina, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt hérna. Og eins og ég segi, þetta er Oddeyrinn bara með stóru ói í hnotskurðnalurinn. Nú komum við niður á Kaldbaksgötuna hér fyrir neðan, þar er búið að taka upp hús og laga, þar er búið að gera upp verkstæðisbyggingar og fleira, þannig að það eins og ég segi, það er ekkert mál að gera þetta, það er bara ákveða þetta. Það þarf að fá velvilja og bakka upp frá bænum og svo laga þetta bara til og gera þetta spennandi svæði hérna. En til þess þarf að skipuleggja þetta í heild sinni, þannig að það verði eitthvað að við getum ekki endalaust verið að taka svona bita og bita, þá verður þetta svo samhengislaust allt hjá okkur. Ég veit þetta er spurning lóðareigendur og allt mögulegt, en það er bara verkefni sem við þurfum að leysa. Við erum alltaf hér upp aðeins, hérna. Þetta er svo sem ekki, þetta er ekki beisi núna, en ég sé þetta fyrir mig, þetta gæti verið ótrúlega skemmtilegt svæði og rándýrt alveg hreint, það kemur. Þetta er allt í smá skotum og litlum og fallegum rýmum hérna. Þetta er eiginlega það sem gerist erlendis þegar maður er að labba hverfi eins og í miðri Kaupmannahöfn. Það er þessi litlu torg sem allt í einu dúkka upp þegar maður kemur inn í bænum
og getur sest niður og fengið sér kaffibolla. Þetta er ekki stórt en þetta er ótrúlega skemmtileg rými svona, þessi litlu torg, og Danirnir hafa verið duglegir að passa upp á þetta ásamt grænum svæðum inn í borginni þar sem að kemur líka. Hér má gróðursetja alveg hreint til þess að gera þetta fallegra.